Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Já, góða kvöldi, góðir áhorfendur. Þú verið velkomin með okkur hér á Sport TV í íþróttahúsið í Neskaupstað. Framundan er leikur, þriðji leikur Þróttar Nes og HK í undanúrslitum til Íslandsmeistaratitils í blaki kvenna. Ég heiti Sævar Már Guðmundsson og mun lýsa því sem að fer hér í kvöld. Við vorum að enda við að sjá leik Aftureldingar og Stjörnunar, þar sem Afturelding tryggði sér sæti með sigri, 3-0 sigri á Stjörnunni, tryggði sér sæti í úrslitum á móti að öðru hvoru þessara liða sem við sjáum hér í kvöld. Nú, fyrri leikir liðana hafa báðir endað 3-0 fyrir Þrótti Nes. Á leik Þróttar gegn HK í úrslitakeppni Mísúnudeildar kvenna. Ég heiti Þorvarður og er kynnir í þessu leik og við byrjum á að kynna fyrirlið og þjálfara. Byrjum á fyrirliði HK. Fyrirliði Hjördís Eiríksdóttir. Sjáum hér kynningu á Þjálfari Emil Gunnarsson. fyrirliðum og þjálfurum liðana. Fyrirliði Þróttar Særún Birta Eiríksdóttir. Þjálfari Borja González Vicente. Já, eins og ég sagði áðan að þá er Þróttur Nes hér yfir 2-0 í þessari rimmu, en liðin mættust einnig í úrslitaleiknum Kjörisbikar kvenna í byrjun mars sem endaði ísi spennandi úrslitaleik 3-2 fyrir Þrótt Nes. Nú aðaldómari þessa leiks Sigurbjörn Árni Arngrímsson og með honum er Sigurfinnur Líndal Stefánsson. Það er mikill sigur hér í kvöld. Skulum sjá hvernig byrjunarliðin eru. Númer 3, Mathildur Einarsdóttir. Númer 4, Edda Björk Ásgeirsdóttir. Númer 5, Hanna María Friðriksdóttir. Númer 9, Laufey Björk Sigmundsdóttir. Og fransíski leikmaður númer 15, Steinunn Helga Björgólfsdóttir. Sjáum að Númer 5, Pála Delón og Gómez. Númer 9, Særún Birta Eiríksdóttir. Hjördís Eiríksdóttir komin aftur tilbaka eftir lítil meiðsli. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Númer 14, Anna María Pálbúsa. Númer 15, Hrafnhildur Ásta Jónsdóttir. Og fransíski leikmaður númer 14, Valdís Kapitola Þorvarðardóttir. Og nokkuð hefðbundin byrjunarlið hjá liðunum.
En við sjáum það að Hanna María og Sara eru á miðjunni hjá HK. Matthildur og Hjördís á köntunum. Laufey Björk í stöðu Díó og Edda Björk uppspilari liðsins. Og hjá Þrótti Nes erum við með Særúnu Birtu og Hrafnhildi Ástu á miðjunni. Og Anna María Vídal Búsa í uppspilinu. Á móti henni María Bóel og Pála del Olmo Gómez á kantinum með henni Helenu Kristínu Gunnarsdóttur. Sýnist HK ætla að byrja með boltan hér. Það þá Edda Björk Ásgeirsdóttir sem hefur hér leik. Þróttunes HK. Þróttunes yfir í leikjum talið 2-0 og getur með sigri hér í kvöld tryggt sér sæti í úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna á móti Aftureldingu. Þá virðist allt vera tilbúið til leiks og Edda Björk gefur upp. Fín móttaka þetta hjá Þrótti Nes. Hann hittar boltan inn. Og Pála, hún hérna Anna María Vídal Búsa fyrir uppgjöfuna. Góð uppgjöf, léleg móttaka hjá Steinunni og staðan orðin 2-0 fyrir Þrótti Nes. Fín móttaka hérna á Matthildi og Sara á miðjunni. Vörn hjá Þrótti Nes, setur hann upp á miðjuna. Boltinn inni. 3-0. Sem það fjöldi áhorfenda í íþróttahúsinu í Neskaupstað. En Anna María Vídal Búsa setur þennan í netið. Og Matthildur Einarsdóttir fyrir HK gefur upp. Þessi bolti úti. 4-1 fyrir Þróttnes. Byrjar rólega hér í Neskaupstað. Helena Kristín með uppgjöfuna. Móttakan misjafnast hjá Matthildi. Hann ráð ekki við sterkar uppgjafir frá Helenu. 5-1. Betri móttaka þarna hjá Matthildi. Vörn hérna hjá Matthildi og Hjördís. Fín vörn hérna hjá Valal. En Þróttur Nes nær þessum ekki yfir. HK tekur stigið 2-1. 2-5 fyrir Sara í uppgjöfuna. Misjafn móttaka hjá Helenu. Hún reddar þessu samt yfir. Og Laufey Björk, glæsileg sókn þarna hjá henni. Frelsingi spilar upp.
Ná að verja hér Matthildur með spil á Laufeyju. Fín varnarleikur hér. María Bóel. Það er náðu sig yfir. Og dómarinn dæmir mokstur á Þróttnes. Sá nú ekki hvort að þetta hafi verið hárréttur dómur, en Þróttnes allavega mótmælti örlítið. 6-2. Móttakan misreiknuð hjá Valdísi. Edda Björk með spil. Verjast þessu vel Þróttnes. Og boltinn er út fyrir þessi hávörnin. Setti boltan út fyrir. Og Þróttunes með uppgjöfuna Hrafnhildur Ásta. 6-3. Vörn hjá glæsileg sókninda hjá Hjördísi. Setur hann gegnum hávörðina og niður. 4-6. Laufey Björk í uppgjöfunni. Þessi bolti er úti. Það er lítið og mikill kraftur þarna hjá Laufeyju. Og María Bóel þá með uppgjöfuna hjá Þróttnes. Matthildur að taka á móti hér. Og lauma hjá Hjördísi. Pála neglir honum í gólfið. Glæsilega gert hjá Þróttnes. 8-4. Já, flott uppgjöf hérna, móttakan í lagi. En misskilningur hérna hjá leikmönnum HK hver átti að fá uppspilið. Hanna María kom inn hérna fyrir aftan uppspilarann, en hún spilaði bolta fyrir fram að sig. 9-4. Slæm mistök hjá HK hérna. Þessi bolti er úti. Og fyrirliði HK var komin í uppgjörð. Hjördís meiddist á ökla í síðustu viku. Hún var ekki með í fyrsta leiknum, en spilaði á laugardaginn. Og dæmt net hér á Hönnu Maríu. Pála með uppgjöfuna fyrir Þróttnes. Slæm móttaka hérna hjá Matthildi. Ráða illa við hana. Þarna. Fín móttaka hérna hjá HK. Þróttnes með slædbolta á Særúnu Birtu. Og Hávar, snerting. Snerting á Hávardinu þarna. 6-11. Hanna María með uppgjöfuna. Þessi svífur út fyrir. 12-6 fyrir Þróttnes.
Og fyrir liðið Þróttanes Særún Birta með uppgjöfuna. Flott uppgjöf hér, móttakan lauma frá Eddu. Það ná að bjarga sig yfir Háká-stúlkur. Flott miðjuspil hérna hjá Valal á Þrótti. Og Valal sjálf hér hoppar upp og smassar þetta í hávörnina. Glæsilega gert. Valal. Hún ein af betri leikmönnum deildarinnar þessi. Númer 13 hjá Þróttanes. Særún Birta Eiríksdóttir gefur hér upp. Matthildur með neglu en dæmt net á Þróttanes hér. Sigurfinnur Líndal sér þetta vel. Og Edda Ásgeirsdóttir í uppgjöfunni. Fín uppgjöf. Engin vandræði í móttökunni þarna. En hávörnin sterk hjá Háká. Sara Ósk þarna með þessa hávörn. Og Edda áfram með uppgjöfuna 8-13. Fín uppgjöf. Helena Kristín fær hann aftur. Setur hann í blokkina. Ná að redda þessi yfir. Matthildur fær hann. Setur hann í gólfið. 9-13. Glæsilega gert. Hún fekk uppspilið frekar nálægt en hún nær að slá boltan fast í gólfið. Vel gert hjá henni. Þetta Björk. Það er vandræði með móttöku hérna Þróttanes. Boltinn sleginn út. Þessi 10-13. Helena Kristín að gera hér sjálfsögðu mistök. Sennilega hefur hann ætlað að hitta hávörnina þarna. Fínur uppgjafur hérna hjá Eddu. Helena Kristín fær enn og einn boltan. Matthildur þarf að setja þennan léttan yfir. Og Valal með laumu yfir. Og Laufey Björk með hörkusmass hér úr díostöðinni. Beint í gólf. Og þetta 11-13. Já, það eru vandræði með móttökuna. Þróttanes. Laufey fær hann hér. Setur hann fastan í hávörnina. En glæsilega gert þarna hjá henni Valal. Stórglæsileg. Lauma. Alveg eins og hún ætlaði að fara að smassa hann. En breytir frá hann stefnu og laumar honum hérna aftur fyrir sig og niður í stöðu 4. 14-11. Ás hjá Valal. Fer bara beint í gólf hjá Háká. Þróttanes með 15, Háká 11. Fín móttaki á steinunni og Laufey með fast smass hér. Þróttanes næra slá úr þessu. Og Matthildur hérna fyrir aftan. Fín vörn, góðu varnarleikur hérna en fær ná ekki að vinna upp úr því. Glæsilegur sóknarleikur hjá Háká hér. Matthildur frábær í sinni stöðu. Hún kominn með uppgjöfuna. Hún hefur verið að draga vagninn svolítið í þessum leikjum í undanúrslitunum. Hjördís, fín sókn hér og vörnin engu
aðeins betri meira segja og frábært smass hér úr afturlínunni úr pípunni svo kvöldari frá henni Pólu 16-12 móttakan og Hjördís hún blokkuð, boltinn inni 17-12 og virðist vera eins og Þróttur sé að ná tökum á þessari hrynu boltinn fer yfir og það ná að vinna þetta upp en dómarinn flautaði það vort í flautuna sína heyrist hérna hann hélt að leikurinn væri búinn eða sérst ralliðið væri búið og flautaði vort í flautuna en HK náði víst að vinna úr þessu og það endurtekin uppgjöf ekki oft sem að þetta gerist en vissulega getur það gerst Helena Kristín með boltan og uppgjöfuna því móttaka og Laufey glæsileg sóknina hjá Laufeyju Laufey Björk einmitt systir Dýrleifar Sigmundsdóttur sem spilar með liði Stjörnunnar sem við sáum hérna fyrr í kvöld Sara Ósk með boltan Óla massar Sara Ósk með vörn og Laufey hér aftur glæsilega gert hjá Laufeyju 17-14 er staðan Sara Ósk áfram í uppgjöfinni Þetta flott spil ná að bjarga þessu en HK gerir mistök Laufey gerir þarna mistök 18-14 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir í uppgjöfinni fín uppgjöf hérna Ás úr þessari 19-14 Pétur Emil Gunnarsson þjálfari HK að fara að hugsa sinn gang og með að taka leiklega jafnvel en hann hlustar svo sem mikið á mig fín móttakaði Hjördísi þær klapsa þessu yfir María Bóel glæsilega gert snerting á hávörðina og lágvörðina reyndar 20-14 og HK tekur sitt fyrsta leiklið hér 20-14 fyrir Þróttnes fullskipa lið hjá HK í þessum leik og báðum liðum reyndar við sjáum hérna að HK er að spila á einum frelsingja en þær hafa verið með 2 frelsingja núna undanfarnum leikjum María Pana númer 7 hefur verið að spila stöðufrelsingja líka og þá tekur hún uppgjöf hún Hrafnhildur Hjördís Lemur
Þessi bolti er úti. 21-14. Og Hrafnhildur áfram í uppgjöfinni. Snerting á Matthildur. Snertir hann aðeins, hættir við að taka mótunum en það er ekki að kippa höndunum nú vel frá sér. HK gerir breyting á liði sínu út af fyrir leikmann með 3, Matthildur Einarsdóttir og inn á kemur leikmann með 12. Matthildur Einarsdóttir er tekin af velli hér og inn kemur hún Líney Inga Guðmundsdóttir, kornung stelpa. En Þróttunes hér með uppgjöfuna, fín móttaka hjá Steinunni og miðjuspil. Vel gert þarna hjá Pálu, blokkar þarna boltan í erfiðri stöðu, snertir hárunina hjá Laufeyju og út. 23-14. Fín uppgjöf hérna hjá Hrafnhildi og Hjördís sækir en þessi fór held ég aldrei yfir netstrenginn. Þannig að þau bara í mitt netið og niður. Virðist vera eins og þessi hrina sé að sigla svolítið úr greipum HK. En þessi bolti er úti, enn er von. 15-24. HK gerir breyting á liði sínu út af fyrir leikmann nr. 4. Gerir hann tvöfalda skiptingu. Herborg Vera kemur inn á fyrir Eddu og María Pana kemur inn á fyrir Laufeyju. Hún er þá komið inn á sem uppspilari. Þessi tvöfalda skipting sem að HK var að gera, vinsæl algeng skipting til þess að halda 3 sóknarmönnum inni, en Þróttunes á ekki í vandræðum með þetta og klárar hér hrinuna. 25-15. Svona 7. hrinan í röð sem að Þróttunes vinnur á móti HK og verður HK að gera aðeins betur en þetta ef það er alltaf að halda einhverju lífi í þessari rimmu. En við komum aftur með aðra hrinu eftir örskamma stund.
Já, við erum komin aftur hér til leiks í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Við erum að fylgjast hér með Þrótti Nes og HK í þriðja leiknum í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilsins í blaki kvenna. Ég heiti Sævar og er að lýsa þessum leik hér í kvöld. Þróttur Nes komið í 1-0 í hrinum. Og sýnist nú byrjunarliðin vera svipuð en jú, Emil hefur gert reyndar breytingu. Sett hérna uppspilaran. Nei, það eru bara eins liðin. En Valhall byrjar leikinn vel. Komið í 1-0 hérna í annar hrínu. Og Helena Kristín hér með sóknarslag. Dettur inn á miðjan völlinn. 2-0. Flott uppgjöf hérna Matthildur með móttökuna miðjunni. Sara frábært hjá Söru. Setur hún í blokkina og út. 2-1. Matthildur með uppgjöfina. Fín uppgjöf, vandræði móttöku þá Þrótti Nes. En María Bóel nær að skila þessum yfir. Og Hjördís. Fast smasi á henni. Helena Kristín. Í hávarðina. Það ná ekki að berga þessu. HK-stúlkur. 3-1. Helena Kristín hér með uppgjöfuna. Já, fín móttökuretting þarna. Sigurbjörn Árni dæmir hérna tvíslag á uppspilaran hjá HK, Eddu Björk. Helena Kristín gefur hér upp. Einhver misskilningur þarna hjá HK. 5-1 fyrir Þrótt Nes. Fín uppgjöf hérna hjá Hjördís. Góð vörn hérna hjá Pálu. Þarna blokkaði Hjördís vel. Það ná að setja hann yfir. Og boltinn fer hérna upp í rjáfur í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Og Sara Ósk Stefánsdóttir fer í uppgjöfina. Uppgjöf hjá Söru. Góð móttaka hjá Valdísi. Og Pála setur hennan í golf. Nokkuð yfirvegað leikur hjá Þrótti Nes. 6-2 er staðan. Þessi bolti flýtur út.
Laufey Björk með uppgjöfina og góð lauma þarna hjá Maríu Bóel. Frábært starf unnið þarna í Neskaupstað. Spænsku hjónin búin að gera frábæra hluti þarna síðustu ár. Vel gert þarna hjá Hönnu Maríu. Settur hann í blokkina og þaðan fer boltinn í gæsina. Og HK vinnur stigið 4-7. Þessi bolti úti. Og Pála með uppgjöfina fyrir Þróttnes. Flottur bolti þarna fyrir aftan og glæsileg blokk hjá Hönnu og Eddu. Blokkuð hana Helenu Kristínu þarna beint í gólf. 5-8. Fín uppgjöf á Hönnu. Og Pála á miðjunni í afturlínunni. Lauma frá Eddu. Hann á að bjarga þessu upp. Og laumi yfir. Edda með laumu. Og Valal á miðjuna aftur fyrir sig. Þessi bolti úti. HK með stigið. 7. stig HK. 6-8. Þessi bolti úti frá Hönnu Maríu. Særún Birta Eiríksdóttir fer í uppgjöfina fyrir Þróttnes. Þessi bolti líka úti. Mistök á báða bóga hér. 7-9. Og Edda Björk í uppgjöfinni. Já, erfið móttaka þarna hjá Pálu. Helena Kristín setur hann í hávörðina. Út. Sniðugt spil þarna hjá Helenu Kristínu. Vel gert þarna hjá Þróttunes. Valal með uppgjöfina 11-7. Fín móttaka hjá Steinunni og Laufey Björk. Vörnin þarna flott hjá Þróttunes. En klaufalegt setja upp í loftsperruna, þaksperruna. Og Matthildur Einarsdóttir í uppgjöfinni. Og eitthvað vesen hér á vellinum. Ætli boltinn hafi fest uppi jafnvel í netinu. Þykir mér líklegt. En við líklega er þá hægt að halda áfram. Matthildur með uppgjöfina 8-11. Flott uppgjöf, Álfsi á Matthildi. Vel gert.
Þessi fer svo í netið. Tólf 9. Helena Kristín með uppgjöfuna. Það er náttaka á móti þessu. Hjördís. Já, góð vörn hérna. Og Pála fær hann nálagt en er að slá þetta yfir. Og Hjördís. Fín vörn hérna hjá Helenu Kristínu. María Bóel setur hann í blokkina. Hákon er að vinna þetta upp. Og Laufey með hörkuskell hér niður á 4 metrana. Vel gert hjá Laufey. Og Sara Ósk Stefánsdóttir hér í uppgjöfinni. Fín uppgjöf, en það ná ekki að bjarga þessu. Loftunes í smá vandræði með móttökuna. 11-12, HK að jafna hér leikinn. Fín móttaka hjá Þrótti. Pála á að verast þessu. Og María Bóel laumar honum yfir, en hann fer í antennuna eða gæsina. Sara Ósk ennþá í uppgjöf og HK búið að jafna 12-12. Já, glæsilegur ás hérna hjá Söru. Móttakan hefur ræður illa við fastar uppgjafir, langar. Og Borja González tekur leikli. Nú þegar að HK er komið í fyrsta skipti yfir í leiknum. Hann er að biðja þær að stilla móttökuna betur af og losa stöðuna. Það er númer 1, 2 og 3 núna. Mikill fengur fyrir Þróttnes að fá tilbaka Helenu Kristínu Gunnarsdóttur sem er búin að vera í Bandaríkjunum síðastliðin ár. En Sara Ósk Stefánsdóttir er hér að gefa upp. Ung og efnileg þessi stúlka. Fín móttaka þarna hjá Helenu. Og þetta er seiling, en dómarinn er ekki á sama máli. Þarf að fá aðstoð frá aðstoðardómaranum til þess að dæma þetta. Sýndist nú boltinn vera kominn nokkuð jafnt yfir netinu, þannig að báðir leikmenn hefðu átt að njóta vafans hér. Það har rétt. Hún er í afturlínunni. Þar að leiðandi má hann ekki sækja boltan yfir netið. Þetta er bara svoleiðis. En ég skil nú ekki í þeim að vera kvart yfir eitthvað yfir þessu. Þetta skiptir engu máli, þetta er búið. En þetta 14-12 fyrir HK er í annarri hinu. Koma þessum bolta bara yfir og HK fær hér sóknarmöguleika. Glæsilega gert. Hjördís Eiríksdóttir með massíft smass á kantinum og Borja tekur sitt seinna leikli hér. Og greinilegt að þegar að
þegar að dómgæslan fer svolítið í hausinn á fólki þá dettur liðið jafnvel niður. En þær ættu að geta náð þessi út úr sér núna með þessu leikli. Borka að reyna að slokka þetta upp aðeins. 15-12, HK í vil. Þróttunes búið með sín bæði leikli. Uppspilari Þróttunes ekki sátt inn á vellinum eftir þennan dóm áðan. En HK nær ekki að klára þetta stig. Setur boltan út. Móttakan svolítið nálægt netinu þarna. Og hefði HK náttúrulega átt að negla hennar beint í gólf, en sett hann út fyrir í staðinn. En Kristrún komin hér inn á og gefur upp. Sé þessa skiptingu oftar hjá Þrótti Nesi í vetur. Og Pála setur hann nær að verja þennan. Setur hann lausan yfir. Og þetta fer hér í netið. Og Þrótti Nes fær svo til frítt stig. 14-15. Kristrún hefur komið inn fyrir Hrafnhildi Ástu í uppgjöfina. Setur hann í netið þessa. Og þau gera, skiptingin gengur tilbaka. Laufey Björk komin í uppgjöfina fyrir HK. Og hvað gerir hún hér? Stendur. Boltinn úti. 15-16. Æsi spenna hér í íþróttahúsinu í Neskaupstað. María Bóel fyrir út af og inn kemur ung stúlka Anna Karen Marinósdóttir. Hún uppspilari sem gerir það að verkum að María Pana, tvöfald skiptingi á HK. Kemur innan fyrir Laufeyju. Og Herborg Vera kemur innan fyrir Eddu. Ná að halda þremur sóknarmönnum inni núna næstu stig. Fimmtán, 16. Anna Karen með boltan og uppgjöfina. Fín uppgjöf hérna. Fínt uppspil. Herborg Vera. Pála. Og að klapsa þessu upp hérna. Hjördís. Blokk. Uppspil og Hjördís aftur. Og hún blokkuð en ná ekki að berga þessu upp. Snerting dæmt. 17-15. HK í vil. Hjördís Eiríksdóttir komin í uppgjöf. Og Pála tekur á móti þessu en hún blokkuð. 18-15. Og Hjördís setur hann í gólfið. 19-15. Ásbeintur uppgjöf hjá Hjördísi. 19-15. Og Pála hérna megin.
Herborg setur hann í netið. 16-19. Og Pála komin í uppgjöfina. Fín uppgjöf. Þetta nú við. Hérna setur Matthildur hann yfir. Og boltinn fer hér á milli. Og Þróttur blokkar. 1, 2, 3. Kvæts út. Þær eru alveg brjálaðir hérna, Þróttur stúlkurnar. Og þetta er ótrúlegt að það skuli láta svona og vildu fá dæmt á eitthvað fyrr í rallyinu. Sýnist þær vera að reyna að fá HK breytir leikli í stöðunni 19-17 fyrir HK. Dæmt sennilega á ólega hávörn hjá uppspilara HK. En hún semst í afturlínu og má ekki fara upp fyrir netbrúnina og verja boltan þar. Og það má alveg, ef maður skoðar endursýningar af þessu atviki þá hægt að skoða það betur, en því miður höfum við það ekki hér. En ef hún hefur verið undir netbrúninni í því atviki þá það náttúrulega fyrsta snerting liðsins. Og þá hefði þetta sennilega átt að tæma 4. En þetta virðist vera búið. Dómarinn hefur talað við fyrirliðan og aðvarað munnlega. Hanna setur þennan bolta í gólfið. Og 20-17. Og Hanna María í uppgjöfinni. Og Matthildur, hún blokkuð. Það setja þetta bara niður í gólf. 18-20. Særún Birta með uppgjöfina. Matthildur setur þennan yfir létt og Helena Kristín. Og þetta mór dæmt á HK. Sýndist þetta vera árétt svona. Kemur aftur skipting hjá HK. Tvöföld skipting tilbaka. María Panna og Laufey og Herborg Vera og Edda skipta og það Særún Birta áfram í uppgjöfinni með 19-20. Eitthvað eru leikmenn HK að vesenast inn á vellinum í hvaða stöðum þeir eru. En þetta allt saman vel
sett inn í kerfið hjá Rittaranum, þannig að það ætti að vera hægt að finna út úr því með öllum hætti í hvaða stöðum leikmennirnir eru. Við sjáum svo sem ekki hvað nákvæmlega er að gerast á Rittaraballinu, en dómari leiksins er að skoða þetta mál allt saman. Það er svona jafnvel verið að spæliði hvort að einhver hafi verið vitlaust. Það er vitlaust maður í uppgjöf á hann, en ég er nú ekki sannfærður það. Ritari leiksins Þetta er orðið það alvarlegt að prófessor Sigurbjörn Árni kom inn á svæðið til þess að skoða þetta. Við getum ekkert gert neitt annað en að bíða eftir að þetta verði leyst úr þessu inn á vellinu. Áhorfendur, áhangendur Þróttarnes byrjaðir að syngja. En sýnist þetta að vera einhver vitleysa á Rittaraballinu, en ekki gott mál. Þessi töf á leiknum ætti nú ekki að sjást, enda Rittarar og dómarar orðnir þrælvanir þessu tölvukerfi sem að eru í gangi. En þeir halda stöðunni svona. Og er búið að leysa úr þessu. Særún Birta í uppgjöfinni. Það verður svo bara hægt að fara í gegnum þetta ef menn hafa áhuga og vilja til vídeói eftir leikinn til að sjá hver hafði rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér eða eitthvað slíkt. Nú menn bara sesti niður. Nú er allt saman orðið klárt, hugsa ég fyrir restina af þessari hreinu. Staðan 19-20 HK í vil. Fín uppgjöf frá Særúnu Birtu. Móttaka Matthildur setur hann þarna yfir og Hrafnhildur laumar honum yfir, en Edda Björk nær ekki yfir netið þessi bolti og Þróttarnes jafnar hér aftur 20-20.
Særún Birta í uppgjöf. Fín uppgjöf frá Særúnu og Matthildur hér með móttöku og sókn. En það ná ekki að bjarga þessi yfir. Þróttur Nes. Fínt spil hérna hjá báðum liðum. Edda Björk kom inn í uppgjöfina. Já, og þessi úti. Nei, beitur nú við. Þessi bolti dæmdur inni. Edda Björk með línuvörður þarna. 22-20. Þetta var rándýrt stig sem að HK vann þarna. Fínar uppgjafir. Sara Ósk lemur þennan í gólf. Fast varða eftir misheppnaða móttöku frá Pálu. 23-20. Þessi bolti hins vegar úti. Langt úti þessi. 21. Þróttur gerir breytingu tilbaka út af leikmann með 19, Anna Karin Marinósdóttir og inn á kemur leikmann með 10, María Bóel Guðmundsdóttir. María Bóel og Anna Karin skipta tilbaka. Valal komin í uppgjafareitin. Og hún setur hann í netið. Þetta sjálfsér sjón hjá þessum reynslumikla leikmanni. 24-21. Matthildur með þennan og hún skorar hér Ás. 25-21 fyrir HK og það jafna hér leikinn 1-1 og setja nú smá spennu í þennan leik. Alls konar hlutir að gerast hér. Smá vesen á Þrótti Nes hér í annarri hrinu. En við sjáum að stigahæstu leikmenn hjá Þrótti Nes Pála með 8 stig og Helena Kristín með 7. En í liði HK er Matthildur Einarsdóttir með 6 stig og 7 stig og Hanna María Friðriksdóttir með 6. Og við komum aftur að vörmuspori með þriðju hrinu.
Já, við erum komin hér aftur í leikinn. Þróttunes gegn HK. Þriðji leikur í undanúrslitum til Íslandsmeistaratitils í blaki kvenna. Þetta eru liðin sem enduðu í deildarmeistarar Mísónudeildarinnar Þróttunes og á móti HK sem endaði í fjórða sæti deildarinnar. Þetta er þriðji leikurinn á milli þessara liða. Þróttunes 2-0 yfir í leikjum. En hér er allt jafnt. 1-1 eftir 2 hrinur. Þróttunes byrjar hér þriðju hrinuna vel og Valhall setur þennan niður. Og hún fer svo sjálf í uppgjöfina. Fín uppgjöf hérna, erfitt hjá Steinunni, alveg niður í gólfinu. Náði ekki að stýra móttökunni nógu vel. Þannig að boltinn hafnaði í súlunni. 2-0 fyrir Þróttunes, heimastúlkur. Flott uppgjöf. Steinunn þarf að spila þessu upp og Laufey með lausan yfir. Þróttunes nær sókn úr þessu, en Helena Kristín með sjálfséð mistök beint í netið. Og HK vinnur þarna stigið 2-1. Matthildur uppgjöf henni, móttaka frá Helenu og María Bóel setur hann þarna, blokkar og tvíslag dæmt á Eddu. 3-1 HK í vil, nei Þróttunes í vil. Helena Kristín með uppgjöfina. Fín móttaka frá Matthildi. Hjördís setur hann rólega yfir. Valhall spilar upp á Pálu. Og boltinn sendur út. Lendur fyrir utan línuna þessi. Og HK skorar hér annað stigið sitt í hrinunni. 2-3. Sara Ósk með uppgjöfina. Helena nær ekki að taka á móti þessum, missir hann of langt til hægri. Og HK jafnar hrinuna 3-3. Fínar uppgjafir hjá þessari ungu og efnilegu stúlku. Og þessi fer yfir. Blokk frá Hönnu Maríu. Frábærlega gert. Hanna María gríðarlega sterk í hávörninni. Sara Ósk áfram í uppgjöf. Þessi bolti var að leiðinni út en þær tóku boltan. Snertan. 5-3, Borga ekkert ægilega ánægður með þetta hjá Þróttunes. Góðar uppgjafir hérna hjá Söru. Pála setur hann yfir og Hjördís. Fín varnarleikur Hjördís aftur. Það klapsaðis yfir hérna Þróttunes. Og svo kemur flott smass frá Laufey. Varnarleikurinn flottur hjá báðum liðum. Laufey sækir. Og Valhall setur hann beint yfir. Hjördís með glæsilegt smass beint í hornið. Glæsilega gert hjá
HK 6-3, voru undir 3-1. 5 stig í röð hjá HK. Hún var uppgjafur hérna hjá Söru. Pála setur hann ámandið þarna. Laufey setur hann svo út. Þennan. Já, uppspilið var svolítið nálægt netinu þarna fyrir Laufeyju sem að setja svo út boltan. Og Hrafnhildur Ásta með uppgjöfina. Flott uppgjöf hjá Hrafnhildi. Uppspilið hann þarf að sækja langt. Þessi fer í stöngina frá henni Hjördísi. 5-6. Og Hrafnhildur Ásta. Vel gert þarna, góð uppgjöf. Og Steinunn setur hann. Neglir honum svoleiðis upp í loftið. Þvílíkur kraftur í Steinunni. Staðan 6-6. Allt í járnum. Hrafnhildur Ásta með uppgjöfina. Komin 3 í röð hjá Þróttunes. Laufey setur hann auðveldan yfir. Valal spilar hann upp á Maríu Báel sem er blokkuð. Hjördís sem er blokkuð. Og Laufey er ná að blokka þetta örlítið. En boltinn á nálægt hérna hjá henni Valal. Og erfitt fyrir Pálu að gera eitthvað úr þessum bolta. Boltinn allt og nálægt netinu. Sett hann bara upp í netið og niður í gólf hjá sér. En HK með 7. stigið, 7-6. Þessi bolt er úti. 7-7. Laufey Björk með. HK gerir breytingar liðið sínu út af þeir leikmann með 9, Laufey Björk Sigmundsdóttir. Og HK gerir svo skiptinguna þessa tvöföldu. Byrja bara á því núna strax. Reyna að gera áhlaup á Þróttarnesliðið með þessari tvöföldu skiptingu þar sem María Pana kemur inn fyrir Laufeyju og Herborg Vera inn fyrir Eddu Björk uppspilara. Við með 3 sóknarmenn frammi lengi. Þetta var glæsilega bjargað hérna hjá HK. Lent í smá vandræði með. Þetta eru 4 snertingar hjá HK. Bolti sem fór aldrei yfir netstrenginn. Það var augljóst. Átta 7 fyrir Þróttnes. Þessi bolti er úti frá Maríu Báel. Og Hjördís fer þá í uppgjafarreitin. 8-8. Og hún setur hann í netið þennan. Sjálfséð mistök hjá Hjördísi. Fín uppgjöf hjá Þróttunes og Hanna fær hann að miðinu háan bolta. Helena Kristín lemur þetta. Hanna spilar upp og Herborg og hann er úti þessi. Boltinn er úti. HK vildi fá snertingu en fékk ekki. Pála með uppgjöfuna 10-8. Móttakaðna hjá Steinunni. Það er að setja hann léttan yfir hérna. Og
Glæsilega gert hjá Þrótti Nes. Frábær sirpa hérna hjá þeim. Það sem hún Særún Birta kemur fyrir aftan úrspilaran og neglir hann í mittgólfið. 11-8. Herborg vera hérna með smask, það er náðu að verjast. Valhall smasar þessum. Herborg spilar upp. Matthildur, hún er blokkuð. Og það er ná að redda þessu. Yfir, HK. Valhall. Glæsileg. Negla hérna hjá Valhall. María Pana ræður ekki við þetta fasta smask frá henni. HK gerir breytingu tilbaka út af þeim leikmannum með 8. HK gerir tvöföldu skiptinguna sína tilbaka. Hún hefur ekki gengið upp þessi skipting. Ónefndur leikmaður með 9, Laufey Björk Sigurðardóttir. Og hún hérna Pála Meðvikjö. Þessi bolti fer út fyrir vellin þessi. Skiptingarnar hafa truflað. Náðu að trufla. Hanna María Friðriksdóttir með uppgjöf fyrir HK. Og Helena Kristín hér í kampinum. Enda Björk að spila upp hérna og Laufey úr afturlínunni. Þrótti Nes nær að bjarga þessu yfir. Matthildur setur hann hátt og langt. Boltinn er út fyrir línuna. Þetta verið örlítið fastur og það verið sennilega sleikt hana, en hann var fyrir utan og línuvörðurinn dæmir þarna rétt. Sýndist mér 13-9. Særún Birta með uppgjöfuna. Steinur með flotta móttöku hér. Sara fær hann háan á miðunni og neglir hann í touch út. HK hefur verið að spila svolítið háa bolt á miðuna fyrir þessar stelpur. Meðan að Þróttur Nes er með örlítið hraðara miðjuspil. En fín móttaka hérna hjá Helenu Kristínu, en hún nær ekki að setja hann yfir þennan. 11-13. Og Edda Björk í uppgjöfunni. Mislukkum móttaka þarna, setur hann upp á miðjuna. Þessi bolti lekur hún í hornið þarna frá henni Pálu. Hún er eins og hún sé búin að reikna út völlinn. Hittir hann alltaf. Nánast. Valhall í uppgjöfuna. HK tekur leikli. 11-14. Fyrsta leikli hjá Emil í þessari hreinu. Þurfa að passa sig að gera ekki mistök, er Emil að segja við þær. Fín stemming hérna í Íþróttahúsinu í Neskaupstað. Það vantar yfirleitt fjölmargir áhorfendur að fylgjast með leikjum í Neskaupstað í mikilli spennu. Eða vel 14-11 Þrótti Nes í vil í þriðju hreinu. Valhall hér með uppgjöfuna. Hár bolti á miðjuna hérna aftur hjá HK.
Pála var rétt staðsett og hann var dæmt tvíslag á Steinunni. Sýndist þetta að vera hár rétt hjá Sigurbirni Árna. Og Valal þá aftur með boltan 15-11. Laufey, fín vörn og þetta Seiling dómari. En þeir hafa sannlega séðan öðruvísi en ég. Þannig að HK vinnur þetta stig 12-15. Ég mynd brosið bara þessu. Ás hérna hjá Matthildi. 13-15. Það er ekki nema örlítið brotaboltanum að vera að fara yfir netið, þá er þetta í lagi eins og Sara gerði þaðan. En þetta kemur illa fyrir hjá Þróttunes. Þær slá boltan hér í netið. Það pirrar sig á dómgæslunni. 14-15. HK er að sækja í sig veðri hér. Þessi bolti er úti. Og Þróttunes vinnur stigið 16-14. Pála flott sóknarna hjá Pálu. 17-14. Helena Kristín með uppgjöfuna. Fínar uppgjöfur hjá Helenu. Hjördís Eiríks. Helena nær að verja þetta. Boltinn lendir yfir netinu og Sara lemur hann þar í gólf. Glæsilega gert hjá Söru. 15-17. Sara fer sjálf í uppgjöfuna, setur í netið. Dýr mistök hérna hjá HK. Kristrún kemur hér inn á fyrir Hrafnhildi í uppgjöfuna. Sama skipting og var áðan í annar hinu. Með segur uppgjör þessi stúlka. Kornung eins og það er nánast allar hana í Þróttunes. En Hjördís setur þennan léttan yfir í miðjuna. Og þær gera skiptingin gengur tilbaka. HK með fína uppgjöf og Pála blokkað. Dæmt yfirstig á Pálu. 17-18. Hún hefur stigið hérna yfir línuna sem má ekki. Eitt af þessum öryggisatriðum í plaggi. Og HK hér með flott blokkana hjá Særunu. Birtu. 19-17. Anna Karen kemur hér inn fyrir Maríu Bóel.
Sama skiptingu við sáum hérna áðan í annar hrinunni. Fín og Hjördís þarna með glæsilegt smass. Flott sókn hjá HK. Það halda spennu í þessu. HK stúlkur 18-19 og fyrirliði liðsins Hjördís Eiríksdóttir komin í uppgjöfina. Pála boltan í blokkina, fer nú að vinna úr þessu og það er hún aðeins og nálægt hún Matthildur. Þróttunes spilar úr þessu. Lauma frá Eddu en glæsileg hávörn hér hjá Pálu. Sér við henni 20-18 og hún heldur sjálf í uppgjafarittin. Pála einn af betri leikmönnum deildarinnar, Mizuno-deildarinnar í blaki kvenna. Flott uppgjöf hjá henni. Fá hann strax yfir. Flott sókn hér í gangi og þessi er inni. Helena Kristín Gunnarsdóttir skorar hér stig fyrir skorar hér 21. stigi fyrir Þróttnes 21-18. Það er í góðri stöðu hér fyrir loka átökin í hrinunni. Pála með uppgjöfina. Flott uppgjöf og aftur er það fer móttakan yfir netið en og hún setur hann hérna á Valal, slætt boltan beint út. Sjaldséð mistök hjá Valal. 21-19. HK með uppgjöfina. Hanna María Friðriksdóttir og hún setur hann út bara undir netið. Takk fyrir og Þróttunes fagnar vel og innilega. Þetta var mjög óvenjulegt að sjá hjá leikmönnum en Særún Birta hérna 22-19. Fín uppgjöf, móttaka hjá Hjördísi. Matthildur er ná að verjast þessu Þróttunes og Helena Kristín lemur hann, Laufin er að redda þessu. Matthildur setur hann yfir í gólfið, fer hann 20-22. Þetta er æsispennandi hér í þriðju hrinu. Það er oft talað að þriðja hrinnan vinnur leikina. Það er nú bara svoleiðis. En HK er hér ennþá að elta 20-22. Fín uppgjöf hjá Eddu. Helena Kristín setur hann yfir. Edda nær að spila hann upp á Laufey. Fínt smass, góð vörn. Og Helena Kristín laumar. Hittir ekki út í hornið eins og hann ætlaði. Og Laufey Björn setur hann í mittnetið. Og gefur Þróttunes hér 23. stigið. 23-20. Og skiptingin gengur hér tilbaka. María Bóel kemur inn fyrir Önnu Karinni. Valal í uppgjöfinni 23-20. Flott uppgjöf hér, Ás hjá Valal. Hún er aldeilis að skora Ásinn fyrir Þróttnes hér 24-20. Frábær tímasetning á þessu. Og Valal tekur hér aðra uppgjöf. Og frábær uppgjöf Matthildur Næra. Og þessi bolti hoppar ofan á netstrengnum utan antenna beint úr blokkinni, þannig að HK vinnur stigið. En Þróttunes þarf hér eitt stig í viðbót til þess að komast yfir í þessum leik. 2-1. Matthildur með uppgjöf og
Mislukkuð móttaka hjá Helenu Kristínu. Hjördís, flott smass. Þetta seiling á hana Söru Ósk. Hárréttur dómur. 25-21. Þróttur í vil. Og þær komnar í kjörstöðu í þessum leik. 2-1. Þurfa einungis eina hreinu í viðbót til þess að vinna þennan leik og komast í úrslitin Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Við tökum okkur örstutta pásu hér á meðan liðin gera sig klár í 4. hreinuna. Þá eru liðin farin að verða klár hér fyrir 4. hreinu. Æsispennandi leikur hér í Neskaupstað þar sem Þróttur Nes komið yfir 2-1 eftir 25-15 sigur í 1. hreinu og HK tók hreinu 25-21 og svo Þróttur Nes 3. hreina 25-21. Stigahæstu leikmenn Pála Del Olmo Gómez með 11 stig fyrir Þrótt Nes, Helena Kristín og Anna María Vidal Busa báðar með 8. Nú í liði HK eru þær ungu og efnilegu að standa sig mjög vel. Sara Ósk Stefánsdóttir og Matthildur Einarsdóttir með 10 stig báðar, eða hvor. Hjördís Eiríksdóttir og Hanna María með 7 stig hvor. En Valal byrjar hér leikinn þessa hrinu en HK tekur fyrsta stigið. Laufey Björk Sigmundsdóttir skorar það. Og Matthildur fer hér í uppgjöfuna. Fín uppgjöf hjá Matthildi. Og flott sókn hérna hjá Helenu Kristínu. Setur hann í hávörðina út. Sýnist hún ekkert ætla að gefa HK færi á 5. hrinunni einu sinni. Flott uppgjöf hjá Helenu Kristínu. Hann er vandræði með þetta hérna HK. Og kemur sókn frá Maríu Bóel. Matthildur er að bjarga þessum. Og Laufey setur hann léttan yfir. Pála.
Og Edda á Laufey. Valdís Kapitúla spilar upp. Bóel, María Bóel setur hann í gól. Glæsilega gert hjá Þrótti Nes. 2-1. Helena Kristín hér með uppgjöfuna. Þetta Mog. Þarna fékk Matthildur boltan á mallan og henni tókst að moka honum upp. Dýrkeypt mistök þarna. 3-1. Vandræðin í móttöku hérna HK. Helena Kristín og miðjuspil. Snertingin ekki góð þarna hjá Störu. Lendir fyrir utan völlinn. 4-1. Byrjar vel hérna hjá heima konum í Þrótti Nes. Fjórðar hrína. Vinnist þessi hrína Þrótti Nes liðið komið í úrslit að móti Aftureldingu. Fín vörn hér og Pála setur boltan bara í netstrenginn og 4 snertingar dæmdar á lið Þróttar. Sara Ósk komin í uppgjafarreitin. Fín uppgjöf hjá henni og Helena Kristín setur hann auðveldan yfir, rétt yfir netið og Laufey Björk neglir hann á endalínuna. Glæsilega gert hjá Laufey. Sara Ósk Stefánsdóttir með fína uppgjöf hér. María Bóel laumar honum yfir. Sara Ósk ver hann upp í loft og yfir. Pála. Hjördís ver hann. Færa svo aftur. Pála. María Bóel. Og setur hann í gólfið þennan. Vel gert hjá Maríu Bóel. Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir fyrir uppgjafarreitin. Og þarna gerist hvað? Ólafur sóknur afturlínu frá HK. Missir boltan yfir netið úr fingurslægi. Hún Edda Björk en Hrafnhildur Ásta hér áfram í uppgjöfunni. 6-3. Þessi bolti inni. Hann dettur á línuna þessi. Glæsilegur ás hjá Hrafnhildi. Ég held að það hafi nú ekki verið mikill afgangur af honum þessum. En 7-3 Þrótti Nes í vil. Glæsileg aftur ás hjá Hrafnhildi. Átta 3. Það er dansa hér við hvern ásinn á fætur öðrum. Leikmenn Þróttar Nes líður greinilega vel. Og enn og aftur kemur ás frá Hrafnhildi. Þær brosa bara þessu stelpunar í Þrótti Nes. Þannig 3 ásar í röð hjá Hrafnhildi Ástu Njálsdóttur.
og Emil Gunnarsson, þjálfari HK, tekur leikhlé. Ekki alveg nógu sáttur við þessa frammistöðu. Biður sína leikmennum að laga til hjá sér. Já, Hrafnhildur Ásta komin aftur í uppgjafaréttinn. Nær hún einum á sig viðbót. Nei, Hrafnhildur tekur bara fullkomna móttöku þarna. Og Hjördís fær heill boltann á kantinum og setur hann í gólfið. Vel gert hjá Hjördísi, hókin af reynslu þarna. Laufey Björk, Vestfirðingurinn. Fín uppgjöf. Góð miðjusókn hjá fyrirliða Þróttarnes, Særúnu Birtu. Og Pála ná að bjarga þessu. Flottar varnir í gangi hér. Og Pála setur hann yfir. Hjördís setur hann yfir. Valdís Kapitúla verjast vel. Lauma frá Pálu. Og Hjördís lemur hann í gólfið. Eða í varnarmann og út fyrir. Frábærlega gert hjá HK. Minnka hér muninn í 4 stig. 5-9. Laufey Björk kemur frá Þingeyri. En glæsileg áhörðina hjá Hönnu Maríu. En Laufey byrjaði í blaki hjá Káa frá Akureyri þegar hún var í skóla þar. Og held ég einn deildarmeistaratitil þaðan síðan 2005. En þessi fer út frá Laufeyju, hjá Laufeyju. Staðan 10-6 fyrir Þróttarnes. María Bóel með fína uppgjöf hérna. Vandræði móttökunum hjá Matthildi. Hjördís, hún blokkuð. Hjördís setur hann rólega yfir. María Bóel og misskilningur hérna á milli leikmanna hjá Þróttarnes. Hún var of lár hérna slætboltinn frá Valhall á Særúnu. Og HK vinnur stigið 7-10. Hjördís Eiríksdóttir í uppgjöfinni. Fín móttaka hérna á Helenu Kristínu. Það bara að prófa aftur. Góð tilraun. Ákemur á Helenu Kristínu. Á miðjunni í pípunni eins og hún kalluð. Það miðjastaðan í afturlínunni. En boltinn fer út fyrir völlinn. 8-10. Smá líflína hér fyrir HK. Ræsilegur ás hér hjá Hjördísi. Réð ekki við þetta frelsingi Þróttarnes. Hún Valdís Kapitúla. Minnka hér enn muninn niður í 1 stig. Færa smá spennu í þetta hér. Annar ás hjá Hjördísi. 10-10. Og jafnar hér leikinn. Hjördís áfram í uppgjöfinni. Aftur fer hann í netstrengin og Pála fær boltan hér. Það ná að verjast þessu en það bolti 2 snerting 2 sem klikkar hjá HK. Og Þróttarnes heldur áfram forystunni 11-10.
Pála með uppgjöfina, fín uppgjöf og Matthildur. Þessi bolti úti. 12-10. Sýndist HK að vilja fá snertingu þarna, en hún var ekki dæmt. Pála setur hann í netið. 11-12. Og Hanna María Friðriksdóttir fer í uppgjafarreitin. Hvað gerir hún hér? Setur hann út. Þetta eru dýr mistök í þessari stöðu á þessum tímapunkti í leiknum. Og Matthildur laumar þessu inn í miðuna. Þetta var glæsilega gert hjá henni. Svona svipar til takta hjá Þóri Haraldsdóttur, móðurinnar. En Edda Björk hér í uppgjöfinni. Það sé ekki verið að þurrka gólfið hinum megin. Gæti trú á því. En Helena Kristín tekur hérna á móti og fær frá boltann aftur og setur hann í hornið. Glæsilega gert hjá Helenu Kristínu. Valal komin í uppgjafarreitin. Þarna þekki ég Helenu Kristínu. Fær þarna gefins móttöku, misjafnaða móttöku frá HK. Neglir honum í gólfið. Frábærlega gert. 15-12. Þóttunes leiðir. Fín móttaki hjá Steinunni þarna. Já. Matthildur setur hann í gólf. Sniðugur leikmaður hún Matthildur Einarsdóttir. Fædd árið 2001. Einn af lykilleikmönnum HK. 15-13. Fín uppgjöf. María Ból hér með sóknarslag. Hjördís setur hann í Pálu og út. Minnka munið í 1 stig. 14-15. Flott uppgjöf hérna hjá Matthildi. Og lauma hérna hjá Helenu Kristínu. Og úr afturlínunni kemur Pála. Steinur spilar þessu upp. Hjördís með rullu inn á miðuna. Við verðum að sjá hvernig Matthildur að gera þetta og gerir bara það sama. Frábærlega gert. 15-15. Uppgjöf hérna hjá Matthildi. María Báel setur hann í blokkina. HK nær að spila þessu. Hjördís yfir. Og Helena Kristín yfir. Edda og Hjördís. Fór boltinn í blokkina eða ekki. Held ekki. Stig til Þróttar Nes. 16-15. Bolti fór aldrei í
háverðina og fór bara niður með netinu. 16-15. Fín uppgjöf hérna á bestastað miðjusókn hjá Þróttunes og Laufey, glæsileg sókn hérna hjá Laufey, fast varða, neglir þessu bara í Valhall og hún ræður ekki við það. 16-16. Æsi spenna hér í fjórðu hrínu í Neskaupstað. Sara Óski í uppgjöfinni. Þessi bolti úti. Hárrétt hjá línuverðinum. Sara Ósk hérna kom með 10 stig í leiknum. Frábær leikur hjá henni. En þarna brást henni bóðalistinn. Sett hann út. Hrafnhildur Ásta komin í uppgjöfina. Og flott uppgjöf hérna, vandræði móttökunni hjá HK sem þurfa að setja létt yfir. Misskilningur hjá Þróttunes. En Pála bjargar þessu, setur hún yfir. Og Edda og Hjördís blokka. Og þær að redda þessu yfir hérna, en klaufalegt hjá Maríu Bóel sem virkaði svolítið rög á þetta og setti boltan í netið. Staðan 17-17, allt í járnum hér í Neskaupstað. Fjórða hrínan í gangi. Laufey Björk Sigmundsdóttir. Flott móttaka hjá Pálu, fær hann aftur, setur hann aftarlega á völlinn og upp í loft. 18-17 fyrir Þróttunes. Anna Karen kemur hér inn fyrir Maríu Bóel í uppgjöfina. María Bóel aðeins fær smá hvíld. Ekki síður mikilvægt fyrir hana. Ungur leikmaður einnig og Hjördís setur hann yfir og Pála fær hann hér á kantinum, töksar hann út. 19-17 Þróttunes að ná yfirhöndinni hér í fjórðu hrínu. Ætla þær að komast í úrslitin og spila gegn Aftureldingu. Það hlýtur að koma í ljós í kvöld hvort það náði því. Anna Karen hér í uppgjöfinni. Fínar uppgjafir hjá henni en þessi dettur út. 18-19. Hjördís Eiríksdóttir. Þetta er staðan sem að breytti öllu áðan þegar Hjördís náði nokkrum ásum í röð. Það gerist hér. Pála laumar þessu yfir háarnina og í golf. Glæsilega gert hjá henni. 20-18 er staðan hér. Og þessi ás hjá Pálu. 21-18 og HK gerir skiptingu. Laufey Björk fer út af og María Pana kemur inn. Og HK fara að setja hann yfir og Helena Kristín lifur hann í hávörðina og út. 22-18. Sýnist núna eins og Þróttunes sé að loka þessu hér í Neskaupstað á heimavelli fyrir fullu húsi hér. HK tekur sitt síðara leikhlé 22-18. Það byrði áhorfendur að klappa sérstaklega fyrir afmælisbörnin okkar, honum Eiríki.
Já, það einhver sem á afmæli hérna hjá þeim í Neskaupstað. Eiríkur og að biðja dómara leiksins að fá að syngja afmælisönginn fyrir hann, en það verður að bíða þangað til þessi hrinna er búinn. 22-18. Pála með frábæra uppgjöf. HK í bullandi vandræðum með móttöku þarna og slæt hérna fyrir aftan sem að dettur út fyrir völlinn frá Særúnu Birtu. Gekk ekki upp að þessu sinni. Þetta er flottur bolti hjá þeim, engu að síður, og hefur oftar en ekki gengið upp hér í kvöld. Hanna María í uppgjöfinni. Og hún setur hann í netið. Þvílík mistök. 23-19. Þróttunes í vil. Og Særún Birta fyrir í uppgjöfina. Fyrirliði Þróttanes. Nær hún að klára þetta hér. Yes! Fyrst ás hjá henni Særúnu. 24-19. Eitt stig vantar upp á til þess að loka þessum leik. Og þessi bolti er úti hjá Særúnu Birtu og HK gerir breytingu tilbaka hér. María Pana fer út af fyrir Laufeyju Sigmunds. 20-24. Edda Björk Ásgeirsdóttir í uppgjöfinni. Inni. Þessi bolti er úti, dæmdur úti og Þróttunes vinnur hér leikinn 25-20 og fer með leikinn 3-1 og eru komnar í úrslit Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Mæta þar aftur Eldingu. Sú rimma hefst næstkomandi mánudagskvöld og fyrsti leikur er í Neskaupstað. Nú stigastu leikmenn hér í kvöld. Hjá Þróttunes, Pála del Olmo Gómez með 16 stig, Helena Kristín Gunnarsdóttir með 13. Í liði HK var Hjördís Eiríksdóttir með 13 stig og Matthildur Einarsdóttir með 12. Þess ber að geta að þetta voru mikið ása í þessum leik, en alls voru 16 ása skoraðir hjá Þróttunes á móti 10 hjá HK. Nú næsta beina útsending í blakinu hér á Sport TV er á morgun, þriðjudag, þegar fyrsti leikur fer fram í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki karla. Fyrsti leikur fer fram á Akureyri, KA gegn HK. Hann hefst klukkan 8. Ég þakka fyrir mig, Sævar Már Guðmundsson heiti ég. Þakka fyrir mig í kvöld. Óskum Þróttunes til hamingju með að komast áfram ásamt Aftureldingu. Sjáumst hress á morgun. Takk fyrir. Skóbomba. Skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það er ekki margir sem vita það,
en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Innocent, náttúrulega